bara að nota strigann og að setja svo í hann svona þræði og form? Ég hugsa að það hafi verið svona korteri áður en ég ákvað að hætta að mála og byrja að vinna eða sækja starf hjá Rauða krossinum. Það ákvað ég sem sagt sem þýðir bara það að ég var komin í vissa blindgötu og orðin þreytt á þeirri vinnu sem ég var alltaf að gera, að mála. Og margra áratuga starf í rauninni þar sem var svona komið bara á vissan stað að það þurfti að huga að stórtækum breytingum. Hvernig þreytt þá? Hvað áttu við með þreytt? Þetta var orðin svo mikið vinna. Þetta var farið að snúast eiginlega að framleiða myndir. Og það dauðadómur. Þá var það spurning að skoða hvar liggur í rauninni sköpunargleðin og sköpunarkrafturinn. Hvað það í rauninni sem ég vil fást við bara til að gera líf mitt skemmtilegt. Ekki endilega success eða peningar eða neitt. Bara hvað vil ég í rauninni gera með þessu. I hope that someday Að mála eins og ég gerði krafðist gríðarlegs tíma og ég var komin með mikla þörf fyrir bara að vinna með eitthvað sem væri miklu fljótlegra og hrárra og hraðara í eðli sínu. Kraftur. Gæfi færa á sína ákveðin kraft sem ég vissi alveg ég hefði. En fáunin, hún þurrkaði þetta svolítið og pressaði þetta svolítið niður. Þetta var alltaf fínna og fínna. Þó ég væri sjálfur sér alveg sátt við verkið. Það var þetta bara orðið þungt í taumi. Á kvöldin þegar ég að hvíla mig á málverkinu gegnum tíðina þá hef ég setið og saumað út. Og mér fannst líka svo spennandi þessi hugsun að færa líf konunnar sem hún gerir í rauninni með öllu hinu, að færa það inn í meiri fókus, að búa til heild úr þessu öllu. Þaðan kom hugmyndin að nota lopan. Ekki út af einhverju þjóðernishyggju núna eða ég væri að nota hann í einhverjum æðri tilgangi, heldur bara ég átt hann. Og konur alltaf að nota þetta og maður alltaf að sauma út. En taka stórt stökk og sauma spor sem má ekki í húsmæðraskóla helst og tilheyrir ekki krosssaumi. Þú veist, meterlöng spor. Það var æðislegt. Það líka dálítið geggjað að horfa á þessa myndir vegna þess að það ekki bara þróun í þeim í samhengi þeirra heldur þær mjög ólíkar. Þessi fyrsta bláa mynd sem svona sakleysislegir og verður svona tvívíð nánast eins og svona konan að prófa að snerta sig bara út í flugeldasýningu. Já. Bara gott partí. Já, einmitt. Manni vex ásmegin þegar maður finnur að orkan með manni. Þú veist, þetta að ganga upp. Ég svona nötraði svolítið þegar ég gerði fyrstu myndina, en mér finnst hún sérlegu uppihaldi hjá mér af því að ég þekki auðvitað átökin sem liggja bakvið og hvað þetta var mikill sprengikraftur. Teikningin, ég dró ekki eitt spor upp. Þú veist. Ég teiknaði þetta á pappír, lét varpenni yfir á strigann og byrjaði strax, saumaði út í línuna og dró aldrei neitt tilbaka. Leyfði þessu að sjást sem þróun og kannski vissan ófullkomleika en líka mikið öryggi sem að maður býr bara að í sinni vinnu. Og það fyrir yfir í næstu, hún rauð og svo fara að bætast litir við og maður fyrir að þora að gefa meira til kynna í teikningu eða hvað að segja, svona, já, það verður ekki eins tvívítt eins og þú segir, það fara að koma litir. Og svo silfurlitaða myndir sem kom svo eftir, þá fannst mér vera mjög gaman að vinna meðvitað með það myndefni sem ég hef gert í gegnum tíman, eða tíðina og fólk þekkir kannski í tengslu við helgimyndir og íkona og færa þetta saman, þetta jarðbundna Það komið að sýningarlokum á þessari sýningu hérna núna. Hvað, þegar þú berð þetta út í sendiferðarbíl og byrjar aftur á vinnustofunni, hvar byrjar þú þá? Með hverju? Hvernig? Já, það góð spurning. Það eru sýningar framundan, Ég með stóra sýningu í Shanghai í september. Þar sýni ég málverk, þannig ég þarf ekki að hugsa það og síðan sýning í Stúdíó Stafn í október. Og ég hafði hugsað mér að koma með eitthvað sem væri allt öðruvísi en þetta og fara aftur í litlar myndir og mála
mála þar sko en tengja einhvern veginn þetta myndefni þangað. Þannig ég að færa þetta einhvern veginn saman. Svo það bara þetta spennandi dæmi að vita það hreinlega ekki. Fara inn á vinnustofuna og taka smá radarinn á því hvar maður í stuði og fylgja því. Láta þá efnið fylgja hugmyndinni og hafa gaman að þessu. Haldi í skotti og sköpunargleði. Þetta samt sko hluti af ferli þegar þú horfir yfir þetta og það kannski það einmitt sem skrítið þegar konur í pelsum eða úlpum róðna og miðaldra kallmenn get ekki hugsað sér að fara með konunni inn á sýninguna því það klof af konu þar beint á veggnum. En þetta óskup sko kannski líka rökréttur hluti af ferli það ekki. Þetta ekki einhver sér kapitúli. Nei, alls ekki. Þetta hangir allt saman. Það eðli sem tengir mann nálægt trúarþörf. Þörfin fyrir eitthvað æðra og tilgang með þessu basli, en maður verður líka að gangast við orkunni í sér. Gangast við þessu öllu. Stíga inn í lífið og halda bara ekki á einu handblísi, heldur bara skjóta upp öllum flugeldónum sem eru í helvítispakkanum. Já, nákvæmlega og þeir líta á þetta allt sem Guðs gjafir, skilurðu. Ég hef engan áhuga á afskræmingu, vera ögrunar vegna, breyta til breytingunar vegna. Þetta var bara spurning að ganga ennþá lengra með eitthvað sem ég var einhvern veginn búin að fullkanna. Sýna það frá annarri hlið, sýna til dæmis móðurina, konu elementin frá annarri hlið. Gangast við því að í konunni býr allur kraftur sem býr í öllu sköpunarverkinu. Það gerir það í öllum manneskjum og öllu lífinu. Sýna fleiri hliðar.